Kæru gestir, við ætlum bara að byrja þetta án tölvu og glæru og kynninga. Ég er Jóhanna Dýrun, ég er fyrir íbúasamtökin Betra Breiðholt. Það er Gunnbjörg frá okkar Breiðholt og svo er IR hérna með okkur. Bara geggjað að sjá Breiðholtskraftinn, það er frábært, það er bara þannig stært. Hjartað er staðist í Breiðholti. Það skiptir ekki máli hvað hverfið þú ferð. Hér er bara ástriðan á öðru leveli. Íbúasamtökin, við erum gífurlega þakklát fyrir fleiri samtök í hverfið og fyrir IR að vera með okkur í þessu verkefni. Gerum ekkert einn. Það er svona helsta kannski sem við viljum koma á framboðin og kasta fram með svona á síðastliðnum tíðum. Höfum við sitið í íbúaráðinu sem var gífurlega mikilvægur vettvangur fyrir íbúasamtökin. Að eiga samtal bæði við kjörna fulltrúa og miðla málum, hvort sem það var gert Facebook síðan okkar, samtöl við íbúa eða rekstraraðila. Við myndum nýsmiðlhluta núna síðast, þá voru íbúaráðin tekin út og hafa ekki verið enn áformuð að setja af stað aftur og þarna mistum við gífurlega mikla snertingu. Við vorum reyndar í Breiðholtinu með svindkall. Af því að bæði ég og svo Sara frá Samfylkingunni sátum í borgarstjórn og erum með fleiri góða breiðholtinga. Einhver Einar, nokkrir sem var eitthvað á borgarstjórn, ég veit ekki hvernig þetta er. Og Breiðholtið var mjög sterkt og það er sannarlega áhyggjuefni að ef við skoðum listana fyrir komandi kosningar, þá er Breiðholtið bara frekar veikt á öllum framboðslistum og sorry, ekki að horfa svona grimmt á mig, strákar. Þó að við séum á listunum, þá er Breiðholtið ekki sterkt, ekki eins og áður hefur verið. Og við þurfum sannarlega að sameinast að halda rödd okkar á lofti. Það eru margar áskoranir fyrir Breiðholtið. Við komum að skóla og menntamálum, þá er hlutfall erlenda nemenda hér hærra heldur en gengur og gerist í borginni. Íþrótta- og tómstundamálum, húsnæði hér glænýtt. Ég get sagt ykkur þetta núna, ég hefði ekki getað sagt ykkur þetta fyrir nokkrum mánuðum síðan, en það er búið að vera ólæst í 2 ár, því að lásinn var ónýtur og var ekki hægt að skipta um hann. Ég gat bara ekki sagt neinum það því að það hefði hver smeðbreyta vaði hérna. Og það tók 2 ár að það skipt, við eigum samskipti með einhverja 40 tölvupósta varðandi viðgerð á vatnshana í húsinu. Bara svona stikla á stórum. Það er margt sem Breiðholtið þarf að gera og við gerum það þetta saman. Það eru skemmtilega alls konar samræður skemmtileg verkefni Breiðholtið, fullt af flottum íþróttafélögum, flottustu íbúarnir og ég er bara gífurlega spennt að heyra hvað þið hafa að segja. Viltu taka við? Já. Takk fyrir. Þið búið græna fyrir Já. Jæja, góða kvöldin. Man fær mæti. Mætina, ok. Já, herri, ég ætla bara að byrja okkur góða kvöldið og ég heiti Guðbjörg Grafnetta, ég er Efra Breiðholti. Við höfum fengið alla 11 flokkana sem eru að bjóða sig fram hingað í kvöld og við erum alveg ótrúlega þakklátt fyrir það. En við ætlum að byrja á nokkrum einslögum. Þið hafið reyndar eiginlega heyrt eitt hérna. Jóhanna hefur lokið sínu. Jóhanna hefur lokað sínu og það er bara frábært. En svo eftir það ætlum við að fá kynningu flokkana og svo verður fundarstjóri á eftir með spurningar og svo eftir það verður hægt að spjalla við frambjóðendur eftir formlegan fund. En þá getum við bara að byrja. Þar sem Jóhanna er búinn, þá ætlum við bara að hoppa í að IR.
og það Sigurður Gíslason sem ætlar að tala fyrir hann ÍR. Mér langaði að spyrja frambjóðendur hvort þið mætti taka upp fund. Nei, Þau ekki fyrir að vera í sviðsljósi. Ég veit það ekki. góða kvöldið, verið þið velkomin hérna í ÍR. Þetta Breiðholts slær að sjálfsögðu. Sigurður heiti ég og hérna ásett í aðalstjórn ÍR. Ég ætla að reyna að vera stuttorður og reyna að vera ekki allt of neikvæður leiðugur. En við ætlum að reyna að lítið svona yfir stöðuna hjá okkur í ÍR. Hjá okkur stundar fjöldi barna íþróttir sem fagnaðarefni og á síðast ári erum við með 82.000 börn sem voru að æfa íþróttir hjá okkur. Það fótbolti stærstur, svo kemur handbolti, körfubolti og frjáls. Árið 2017 var gerð samningur á milli Reykjavíkurborgar og ÍR og markmið samningsins var að móta framtíðarsýn á milli borgarinnar og ÍR uppbyggingu og rekstur íþróttamannvirkja hér í Breiðholti. Svo að við getum veitt fyrstaflokks þjónustu í íþróttastarfi sem hverfisfélag Breiðholts, því að við erum hverfisfélag í öllu Breiðholti. Svo rennum stutt yfir hérna stöðu samningsins, þá því sem lokið. Það komið knatthúsið, parketthús, frjálsíþróttavöllur og vallarhús og svo á að skiptum gerðarins á vellinum hér í sumar. Við vitum þetta ekki akkurat hvenær og höfum ekki mikið upplýsingar það því miður. Það sem ólokið, það 5 leikahús með aðstöðu fyrir dans- og bardagaíþróttir sem hugmyndir að flytja hlutast til upp í Efra Breiðholt með nýjustu upplýsingar úr fjölmiðlum. Það vantar stúkur við knattspyrnuvöll. Það vantar endurbætur hérna á núverandi félagsheimili. Það þarf að bæta afkomuna á svæðið og innan svæðis. Ef við kíkjum aðeins á það sem lokið, þá hins vegar slatti sem afhent en ófullgilt. Það gallar í taktanni á hlaupabraut. Það vantar að merkja á húsið hér við frjálsíþróttasvæðið. Það hvorki hljóðkerfi né áhorfandastað. Lóðin ófrágengin. Ef við lítum á fjölnotahúsið og knattspyrnuna, þá staðan sú að þakið hefur verið hrikalegt og í vikið núna, áttum að vera lokið núna 1. maí. En mér sýnist að það sé ekki byrjað á seinna legina, þannig að það bara verkið við stund. En svo svona ýmiss konar dæmi þar sem að frágangur ábótavant og hefur ekki fengið slagað. Má það til dæmis nefna þessar rennur sem við Íslandi. Þá vatnslagnir inn í húsinu sem að geta skemmst og valdið umfangsmiklu tjóni. Ef við skoðum parketthúsið, þá algjörlega óviðunandi hljóðlist í húsinu. Tjöldin sem skipta salnum veita enga hljóðeinangrun og þar ekki slysahætta. Þetta einfalt tjald, þannig að það ræfa handbolta öðrum megin og körfubolta hinum megin. Aðstæðan þannig að ritaraborðið hjá okkur þarf að vera upp í tjaldið. Þannig að börnin sem sitja þar að vinna, sem frábært að sé að vinna, eiga þá hægt að fá einhvern Bjarnar Finnsson hérna í sambandstæmingu beint í klakki. Ekki viljum við það. Það hansnúmer körfur sem að veldur körfunni velugum töfum í að lyfta körfum upp og niður. Það vantar upptöku aðstöðu fyrir leiki og svo framvegis. Ef við lítum aðeins á öryggismálum á svæðinu, þá þau að mörgu leyti ósættanleg. Hvert kannski fyrst að nefna fallhættur sem hér við frjálsíþróttavöllum hjá okkur og hefum stækkað núna eftir að bílflöskum. Bílastæðið og aðstæðan fyrir framan óviðunandi. Það vantar skipulag á svæðið, það vantar lýsingu til þess að tryggja öryggi barna og það ekkert proppsónir. Það keyrðu hérna inn á planið áðan og það náttúrulega einstaklega ruglingslegt eins og þeir eru. Og það bara mikil slysahætta þarna, það fyrir að það ekki alveg slys á börnum. Þetta byggingarreitirnir sem teiknaðir upp samkvæmt skipulaginu sem var og var kveðið á í samning.
Það gert ráð fyrir tengibyggingu þar sem á að vera keilusalur og búningsklefar fyrir meðal annars bardaíþróttirnar. Og það allar keiludeildir í Reykjavík að mér skilst hlynntar því að þessi aðstæða komi hér. Keilan á höfuðborgarsvæðinu bara því miður við þær aðstæður að geta varla æft keilu. Fimleikahús hefur verið í umræðu og átti að vera komið samkvæmt samning en ekki komið. Ef við förum aðeins nánar yfir hérna svæðið, þá eftir að klára svæðið hérna hinum megin. Hvað maður að segja hérna við hliðina á fótboltavellinum. Það nú geymslusvæði fyrir vænt gervigras og það styttist í fyrstu leiki í ár. Þeir eru miðjan maí. Æfingasvæði fyrir knattspyrnu sem var lofað árið 2020 enn óklárað og nú að hluta fullur af rusli. Það kemur ekki hér, sjá. Það hérna gervigras hérna sem búið að vera í 10 ár, sem við megum ekki henda, megum ekki selja og liggur bara hér á svæðinu. Það afgangur af kattarnir sem rifið fyrir 4 eða 6 árum sem enn hérna svæðinu. Og svona má áfram henni. Grasvöllurinn okkar orðinn barn síns tíma, þrátt fyrir þessi aðalkeppnisvöllurinn í dag. Og það alveg ljóst að það þarf að koma alvöru keppnisvelli hér þar sem nú eru gervigrasir og kemur núna í sumar. En það þarf annan gervigrasvöll hérna fyrir okkar eitt. Það eru 714 iðkendur sem hafa þennan völl hérna fyrir utan, sem hefur reyndar verið á mörkum þess að samþykkja sem keppnisvelli af þarna bæði meðvöldu og svo knattspyrnu. Það sem okkur vantar í að laga þessa vankanta á þeirri góðu uppbyggingu sem hér hefur farið fram. Nota bene, það er rétt að hafa það í huga að ÍR borgaði raun og veru stóran hluta af þessari uppbyggingu sjálf. Það má ekki gleyma því. Allar móðirnar hér undir hérna græna húsinu hérna hinum megin og blokkirnar hérna hinum megin allar út úr svæði ÍR. Þannig að má segja að ÍR hafi borgað alla þessu uppbyggingu eitt og sér. Það þarf að skipta gervigras og setja vökunum stútana og stækka öryggissvæðið og vonandi bara hefst það. En annars skilst það ekki byrjað að hana. Það vantar að klára bílastæðin og droppstón og gera öryggismál hér fyrir utan með mannsæmandi hætti. Við þurfum gervigras og grasvöll. Við verðum að fá stúku við völlinn þegar það er búið að gera hann klára. Ef við lítið hérna úr þá bara rusli hérna í umvörpum á svæðinu okkar. Okkur vantar grasæfingarsvæði, það vantar girðingar og gera bara svæði í heild sinni snyrtileg. Það þarf að klára þessa tengibyggingu, það þarf að fara yfir fimleikahúsið og klára þá uppbyggingu, auk þess sem að okkur vantar áhaldast. Að reka þetta svæði kallar bara á áhaldast. Það svo mikil vinna sem fer fram hér. Eitt sem má líka nefna, sem nú ekki hér, að það skíðaskálinn okkar sem upp í Bláfjöllum sem eigum með Víking. Hann með þeim hætti í dag að það búið að loka efnahæðinni út af miklum og það skemmdir á jarðhæðinni og það stefnir í mjög umfangsmikið tjón að hafa gripið það þakk inn og húsið laga. ÍR verður 120 ára árið 2027. Ég bara býst fastlega því að sjá fyrir á afmælisárinu hjá okkur. Það sem okkur langar að heyra í raun og veru frá frambjóðendum. Nota bene við búin að vera hér í 50 ár í skólasetningu og erum ekki enn komið með fullbúsvæði. Það sem okkur langar að heyra hver einhver sýn á næstu skref. Við viljum að það verði strax ráðist í allar nauðsynlegar aðgerðir og gera núverandi aðstöðu með mannsæmandi hætti. Við viljum þá sjá áætlun hvernig næstu skref uppbyggingu verður og við viljum fá að sjá hana tímast. Við erum ekki að biðja alltaf á næsta árs, en við viljum fá að sjá plan sem að heldur.
En þetta bara það sem við viljum í hér. Okkur langar að heyra hvað þið fram hvert. En að öðru leyti þá þakka ég bara fyrir mig. Já, þetta var áhugavert. En fyrir hönd okkar Breiðholts, þá ætlar Davíð Freyr að koma með nokkur orð fyrir okkur hér. Það var náttúrulega tæknið sko. Alltaf erfitt. Það virkar vel. Þú skulum bara byrja á það. Ég sem heiti Davíð Freyr og er íbúi í Breiðholti. Þú takk út af mín. Þetta er að hafa þessa kynningu sem við skulum að stjórnst yfir. Var alltaf að vera búin að koma okkur. Ég var búinn að, þetta er ekki það. Ég get ekki tengst við skjáin um að það tekna myndinu. Getur þú þetta að sína? Nei, það er saman nefn. Þú er bara létt á hjartanu. Já, ég held að þetta er hérna með þessa kynningu ýmsu málefni Breiðholts. Breiðholt er... Þú verður að tala hærra á. Ægir. Heyrist ekki. Jú, nú heyrist ég. Okkar Breiðholt er íbúðarhreyfing, þetta er ekki íbúðarsamtök. En við stofnum þessa hreyfingu eftir uppákomi hérna með græna húsið hérna hinum meginn. Og svona í kjölfar þess að maður voru að skoða. Þetta var rauninni sko að ég byrjaði svona bakgrunni sko. Það var svona ákveðin gjöf fyrir mig að þetta kom upp. Þarna ákvað ég að ég ætlaði að fara að taka þátt meira í samfélaginu. Meira en ég hef verið að gera. Og það sem við höfum orðið vitni þarna með þetta græna hús sem að reis mjög skyndilega og mjög hratt. Þótt okkur ekki við hæfi, eins og við höfum komið frá. Það hefur líka þessi uppbygginga áfram hérna bara almennt í hverfinu. Það eru 1732 íbúðir sem að menn hafa tekið saman hérna á fundargerðum. Það er mjög erfitt að fá almennilegar upplýsingar, þannig séu öruggar upplýsingar í borgarkerfinu. En þetta virðist liggja í fundargerðum hér og þar. Það er búið að vera mjög gaman að lesa í gegnum þær og finna þær og nota vélnám til þess að ná þeim út úr kerfinu. En út af þessum gríðarlega fjölda íbúða, sem eru 1732, þá fylgja þessu líka íbúðar. Og samkvæmt meðaltali, það nýjasta meðaltali sem ég hef fundið, hversu margir íbúðar fylgja þessum íbúðum, þá er þetta misjafnt eftir hverjum og hvernig íbúðar eru. Þannig að jafnaði þetta svona 2,3 íbúðar per íbúð. Við erum bara að fjölga þessi mörgum íbúðum í hverjum. Þetta er sér ná satturinn. Mér ákveða svo að sína ykkur bara myndir. Bara myndir segja meira en 1000 orð. Nú er ég að reyna að segja svona hvað er komið hérna upp á. Hvað er meira? Jú, það eru gangstéttirnar okkar. Gangstéttir hérna í hverjunni eru löngu komnar á tíma. Það er grús undir og sandur undir þessum gangstéttum og þessar vestu stéttir sem eru í hverjunni sem eru á mjög mörgum stöðum.
að það kannski bara 20 cm lag af grúsundi og svo tekur bara við mold eða jökulurð í rauninni. Þannig var bara byggt hérna. Og svo frostlyfting og núna með þess að steypan, þegar ég flutti hverju 2018, þá voru gangstéttirnar fyrir utan hjá mér mjög sprungnar. En núna steypan að verða sandi. Það ástandið á gangstéttum í þessu hverju. Og þannig að maður fékk ekki raungstöðuna, það ábendingar við borgarinnar. Það geta allir sett inn ábendingu. En vitið þið hvað ónýtt? Hvað búið að senda inn ábendingum? Ég veit það ekki, ég hef aldrei séð á skýrslu. Þannig að síðasta, núna í upphæði árs, þá ákvað ég að gera eitthvað í málinu og bjóð til vef sem heitir workout.is. Og það geta íbúar tilkynnt ástand innviða og sérstaklega gangstétta. Og svo þetta alltaf bætt utan á sig, það fjármál borgarinnar að koma hann inn líka. Og svona ýmsa aðrar skemmtilegar upplýsingar sem ég reyna að vinna í og gera eins og hægt er. Ég ætla ekki eina tilraun til þess að hengja skjá. Það sé að við tekníkinu myndir á mjög snur. Það kemur fram. Það kemur Þetta hérna líklega eitt af fallegast sem hefur byggt hérna í hverfinu á mínum mati. Það eitthvað öllum sem sjá hérna fyrir utan. Og mér að dagur fyrir borgarstjóri var að posta þessu á Facebook daginn sem dæmi góða framkvæmd. Ég er mjög sammála honum, það hefnast mjög vel, mjög fallegt. Ég er gamall hlaupari, þannig að minnst það mjög skemmtilegt. En hvað Breiðholt? Þetta stærsta hverfi landsins. Og ef þetta væri sjálfstætt sveitarfélag, þá þetta 4. stærsta sveitarfélag á landinu. Það búa hérna 23.000 manns viss. Og hérna sjáum við líka hvað getum mögulega gert í þetta græna gínumat. Þá hægt að breyta því svona fallega byggingu. Og færa stjórnsýsluna það sem þungar inn í að höfum sem þetta sker. Íbúafjöldi Breiðholts, eða íbúafjöldin, kringum 8.000. Og eftir að búið að framkvæma allt það sem í húsnæðisáætluninni, 2025, þá fjölgar þessum íbúðum upp í 9.700. Við erum ennþá 3. stærsta per íbúð hverfi í Reykjavík, stærst. Hérna sjáum við að við náum reyndar ekki að vera, það búið að byggja Keldnalandið í Grafavogi, að þá taka þau fram úr okkur. Þá verður þau kannski 5. stærsta sveitarfélagið í landinu. Og hérna er svo 1732 íbúðir sem langaði svo að sýna ykkur á það. Áætlaður fjöldi bílastæða er miðað við 0,7 bílastæða íbúð, 1212. Og áætlaður íbúðafjöldi það kringum 4.000. Þetta er 20% af fjölgun íbúða í hverfinu. Þéttingarréttinir, þetta er telstu þéttingarréttir í hverfinu sem við vitum af. Og það mest af það er bara 1100 íbúðir í Mjóddinni. Norður Mjóddinni. Svo eins og það er búið að byrja að framkvæma, það er Arnarbakki og fleiri. Ástand skólahúsnæðis, það hefur verið að koma í fréttirnar. Það er Hálsaskógur, leikskóli. Það var rifið allt innan á honum, byggt upp á nýtt. Nýjasta uppákoman er Öldisarskóli. Það er annars skiptið á 10 árum sem það kemur mikla í þeim skóla. Og það var að byrja að vaxa tré efst uppi á þakinu. Þannig var ástandið. Og svo var hann á Hólabrekkuskóla líka, við búum að taka hann í gegn. Ástand það eru nemendur milli mála eins og það kalla.
þetta eru prósenturinn sem við sjáum í skólanum í Breiðholti. Þetta er komið yfir nánast þau mörk í öllum skólum að þetta bara áhrif á skólastarfsemi. Og við þurfum að fara að sjá okkur áætlanir hvernig þetta leysa þetta. Ég veit að foreldrar barna eins og í Fellaskóla, þeir finnst vera brotið af barninu sínum þegar mannréttindi barnanna sínum. Þeir geta ekki lært íslensku í skólanum. Það tölur sem eru tungumál. Krakkarnir tala bara sín á milli á alls konar tungumál. Það er bara fínt, en ekki endilega í skólanum sem að íslenska er aðalmál. Hérna er dæmið úr Volkvardalnum. Þetta sjáum við ástand gangstétta sem eins og það hefur verið tilkynnt. Það eftir að tilkynna tölur meira. Ég gerir ráð fyrir að þetta sé líklega það versta. En þetta er svona mjög típist að sjá sprungur í gangstéttunum. Þetta er mjög típist í þessu hverfi, þar sem er ekki búið að endursteypa. Og það er aðalega verið gert í kringum strætóskýli eða einhver ragnarstokka eða eitthvað svoleiðis, eins og við sjáum nýja gangstéttur. Það er líka látið að vita á vefnum volkvard.is að það er saga græna skrímslisins rakin frá 2009. Hverjir hafa verið í stjórn, ákvarðanir eru teknar, fundargerðir og fleira er allt á einum stað, tímavinnan, til 2025. Málið allan fyrir mér byrjaði þannig að það var haugur sem var settur utan og verktaki lofaði því að heldur betur að þrífa þetta hús þegar þessar framkvæmdir myndi ljúka. Mér skilst að það hafi ekki ennþá verið gert út af einhverjum vinsli þarna á milli. Svo sjáum við bara þessa framkvæmd og í dag þá eru íbúðirnar, þeir horfa svona út og sjá hana græna vegg. Og hérna sjáum við líka hérna upp í hægra hóttinu, östuruppi. Það sjáum við hvernig bygging er reis. Við byrjuðum í hinum myndunum og svo var bara að loka fyrir. Bjóst við lengi við því að þetta myndi gerast þarna akkurat á hóttinu. Og svo náttúrulega voru fleiri uppákomur hérna í borginni sem að fóru á óvart út frá fundargerðir sem áttu ekki að fara. En þessi bygging að okkar mati passar ekki inn í umhverfið sitt, en hún á kannski heima einhvers staðar annars staðar. Hún er ekki þannig sem ljót, en bara ekki inn í þessu umhverfi. Svo var málunum heldur ekki lokið. Það var bara, hvað getur komið meira fyrir? Jú, það er hérna göngustígur sem var lagður upp við Árskóg, sem er alveg stórkostlegt því að íbúarnir sáu fyrir sér að þarna er veggur sem átti að setja fyrir íbúðina á horninu. Þá myndi þessi íbúð breiðast í kjallaríbúð og þetta voru svo harðsvíraðir mótmælendur að það var röggama göllu til. Þeir voru að tefja upp fyrir að það var svo ókláraða göngustíg. Og svo nýjustu fréttir að sömu aðilar sem voru að byggja þetta hús að fara að byggja stækkun hérna í Mjóddinni, búin að kaupa upp hérna Álfabakka 12 eða eitthvað svoleiðis. Og svo voru þeir að byggja hérna guðlaskrimsli. Við vitið að því að það er guldskrimslina líka, það fór svona að vinna fyrir því. Það var svona bara til þess að auka við litapalættuna hérna í Breiðholtinu. Það var svo hvítt og ljótt eitthvað. Og svo náttúrulega er skiptistöðin í Mjódd. Akkur er þetta í Mjóddinni? Ég veit það ekki, en þarna eru hellur sem eru lausaðar að það er bara ekki búið að gera neitt hérna í Mjóddinni og það hefur komið upp alls konar óbyggðismálum í kring. Líklega fleiri stöðum í borginni, en þetta er mjög viðvarandi við þetta öryggisleysi í Mjóddinni. Maður heyrir mikið á foreldrum hérna í hverfinu að þau eru mjög hrædd við að senda börnin sín niður í Mjódd. Það finnst bara ekkert gott að vita en þar. Fyrir utan að það bara hafi komið upp líkamsárásir bara hérna í og flera frá ákveðnum börnum sem hafa verið að ferðast hverju og verið með vesen. Svo er hérna eitt gott dæmi hérna framkvæmd sem ég veit ekki hverju notar, við vitum það ekki. Það er þessi stigi sem var byggður hérna inn í skóg sem eftir hverja kosningu kostaði smá pening. Það ætla bara að hvetja ykkur til að fara á eftir að labba þarna stiga. Þannig að sjá þennan stigi hérna, það stígur við hliðina. Kannski er þetta að breyta honum. Og svo vorum alltaf þegar toppað allt saman hérna þegar það kom upp í fyrra. Þá voru þessi íbúðarráð sem voru svona eiginlega pólitískt skipuð, það var einn slembivalinn íbúi, það var allt lýðræði í þessum íbúðarráðum. Það var bara lagt niður. Og hvað gerðist? Af hverju var það lagt niður? Mín meirihluti, þetta er á svarið það, ég veit það ekki. En við myndum vilja kannski sjá aðeins meira lýðræði hérna á næsta kjörtímabili. Svo er náttúrulega annað í þessu, það er stefna í gangi í borginni sem heitir Gönguðum borg eða 15 hérna hverfið eða eitthvað.
og það sem við erum að sjá til skilst hérna í Neðra-Breiðholti og það er hérna Arnarbakkinn sem var hverfilskjarni, það er skipta skoðanir um það, hversu góður hann var, en það var eitthvað einhver þjónusta þar og nú er búið að ryðja þarna við í burtu og þetta er komið stúdendaíbúðir með ekki svo mörgum bílastæðum. Það skiptir ekki Þannig að þetta er svona eitt dæmi um teikningu sem ég sé það. Svo er náttúrulega búið að fjalla hérna stórkostlega hirðuleysi hérna í kringum ÍR og hérna í mörg ár. Og svo náttúrulega þegar við erum í efri byggðum þá finnum við mjög mikið fyrir því það ekki verið að moka og ekki verið að moka með nógu stórum tækjum. Þannig að við myndum vilja fá meiri þjónustu í snjómokstur hérna í brekkunum og í efri byggðum. Við erum ekki niður í Vesturbæ. Ég hef búið niður í Vesturbæ, það er mjög þægilegt og mér finnst alltaf skrítið þegar ég verið skólaðar og svo bílar kom upp efri byggðum og þeir voru allir fullir af snjó og það var engin snjór í bæ. Það er munur, það er hæðamunur hérna á milli í borginni. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir að hlusta og vona þetta skapi einhverjum góðar umræður. Þetta var þá ætlum við bara aðeins að breyta sig og við ætlum að kalla fram okkar fundarstjóra sem ætlar að sjá restina af kvöldinni og það er Arndís Bjarnadóttir. Ég hef kannski hægt að stýra þeim hérna í tímastýringu. Það er mál. Ég ætla að byrja að kynna hana Guðbjörg, hún ætlar að vera svona tímavörður. Hún er með hérna gul og rauð spjald og við ætlum bara að byrja, ég ætla ekki að tala, ég ætla að gefa ykkur orðið til þess að þið eru komin og kæra þakkir, bara gott að sjá góða mætingu. Við ætlum að gefa ykkur 2 mínútur til þess að kynna ykkur framboð af því þið erum á 11 og þannig að við erum að gefa ykkur svona rétt rúmar 20 mínútur í það. Byrja hér, þú bara kalla kalli. Og Guðbjörg ætlar að lyfta upp Hún er alltaf að vera tilbúin, sér. Þið viti hver þú ert. Og hún hvað, gefur við gult spjald 3 mínútur eftir? Nei, það eru 30 sekúndur. 30 sekúndur. Þá þarf bara að ljúka máli sín. Það eru 2 mínútur. Yes. Ok. Já, takk fyrir. Það byrja. Takk fyrir þennan fund. Já, Ari Edvald heiti ég og ég er oddviti Miðflokksins. Hún nefndi hérna áðan, Aldís nefndi hérna áðan að það væri ekki margir íbúar hérna í Breiðholti á framboðslistum. Það kann að vera vanmetið. Eins og kom nú fram þá bar það brátt að ég byði mig fram og hafði þá búið í 1 ár erlendis sem flutti heim með hraði og auðvitað að leigja hér í Reykjavík til bráðabirgða. Ég er búinn að kaupa mér húsnæði núna hérna rétt hjá í 109 stegin. Ég bý núna í 101 en það flytti í 109. Ég ætlaði að segja að Einar hérna Þorsteinsson, hann sagði mér þetta var ekkert óalgengt. Hann hefði flutt hérna með hraði í Skógarselið 22 og Kópavoginum til að bjóða sig fram og hann mælti sterklega með þessu að koma hérna í Seljahverfið. En ég var nú áður reyndar mjög tengdur hérna Neðra Breiðholti í Stekkjónum á síðustu öld, hérna á 9. áratugnum. En hvaðan það? Ég hlakka mikið til að koma hérna í hverfið. Já, varðandi okkar stefnu í málefnum hérna hverfisins, Miðflokksins, þá höfum við náttúrulega lagt mjög mikla áherslu á það í þessari kosningabaráttu að það þurfa að hlusta á borgarbúa og þróa borgina í samræmi við vilja íbúanna og það teljum við að ekki verið gert. Við teljum að það þurfi að... Er ég bara strax búinn? 30 sekundur eftir. Já, hérna... Og það bara snýr að því að meðal annars þessum hérna svona mikilli þéttingu byggðar í grónum hverfum. Við vörum mjög við því, erum almennt á móti henni og það þurfa að hafa mjög mikið samráð við íbúa slíka breytingar, það kom ekki baki á íbúanum. Líka varðandi stuðning við íþróttafélögum, við þetta styðjum þetta framkvæmdir sem eru framöndan hérna á ÍR og líka í Leikni og fulltrúa og slíkt. En hann Lárus Sigurðsson sem er í 3. sæti á listanum okkar og var framkvæmdastjóri Vals, hann hefur tekið saman
að innviðaskuld við íþróttafélögin sé kannski alltaf 20 milljarðar hérna í Reykjavík ef allt tekið saman sem eru áform og loforð en útistandandi. Þannig að já, það nóg að tala. Gjörðu svo vel. Ég ekki viss að það sé gott að ég tala í mækinn. Þið getið fengið eyru. En ég heiti Bjarni Friðsson og ég alinn upp hérna í Breiðholtinu. Ég starfa hér í ÍR. Ég þjálfaði meistaraflokk karla í handbolta og eina ástæðan fyrir því að ég í 8. sæti hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík sú að mér hefur fundist vanta málsvara fyrir Breiðholti. Og þegar við tölum að ekki búið að gera neitt fyrir gangstéttirnar okkar síðan 2018, þá það líklega ástæðan fyrir mig. Og það enginn búinn að vera að passa upp á. Mér langar að svara spurninguna því við fengum spurningu frá ÍR. Hvað ætlum þið að gera fyrir ÍR, það ekki? Svo labbaði burt og enginn svara því. Þannig að ég ætla að svara því. Ég helga lífi mínu til þess að gera ÍR að hverfi, ÍR að félagi sem borið virðing fyrir og hverfið getur verið stolt af. Og það það sem ég að gera í minni vinnu og það það sem ég myndi vilja sjá ÍR. Annað sem ég myndi vilja sjá strax gera að laga tjaldið, að ég að þjálfa þarna og það einfalt og það síðan næri ekki eins og til oft, þannig ég farin að heyra mjög illa sem líklega ástæðan fyrir ég farin að tala svona ótrúlega hátt. Þannig að, já, þetta ég og þetta það sem ég mun gera fyrir hverju okkar. Takk fyrir mig. Góða kvöldið, Einar heiti ég, oddviti Framsóknar. Nú keppast menn að rifja það upp hversu lengi þeir hafa búið í Breiðholti. Ég hef búið í Austurberginu, Fífusselinu og núna í Skagaselli á ýmsum tímum minnar ævi og líður óskaplega vel hér. Ég veit hér stjórnina hjá ÍR og fengið að kynnast því hvað vantar upp á og ÍR ekki eina félagið þar sem svona fyrir komið. Ég hef eitt þessu kjörtímabili í því að höggva á hnúta gagnvart íþróttafélögunum. KR var í hræðilegum málum, Fram, fleiri íþróttafélög þar sem að fyrri meirihlutar hafa skilið íþróttafélögin eftir með loforð fyrir kosningar en engar efndir eftir kosningar. Og það alveg klárt að hér þarf að ráðast í framkvæmdir og klára þær og best að færi vel á því að við myndum hefja næsta kjörtímabil á því að setja á stað vinnu sem að miða að því að gera heildarskipulag þetta svæði hér og opna það og fagna áfanga á afmælisárinu 2027 og ganga í verkin strax. Sem íbúi hér þá hef ég áhyggjur af öryggi fólks. Við höfum heyrt af ofbeldismálum og við þurfum að gæta því að við upplifum öryggistilfinningu í hverfinu okkar. Hvað varðar þéttinguna þá erum við í framsókn þeirrar skoðunar að borgin hafi gengið allt og langt í því að þétta inn í hverfum án samráðs við íbúa og í beinni andstöðu við íbúa. Og þessi flokkar sem núna stýra borginni, þeir eru svo vantengdir og ótengdir við íbúana að bara í gær eða fyrradag kynntu þau áform þéttingu núna inn í Laugardal þar sem að allir skólarnir eru sprungnir, bæði leik- og grunnskólar. Og rétt fyrir kosningar teflaði fram 300 íbúðum við Listaháskólann. Óskiljanleg. Og Breiðholtið næst og við þurfum að koma í veg fyrir það. Alexander heiti ég, í öðru seti hjá Pírötum, uppalinn breiðhyltingur í Hólahverfi og Seljakverfi og til nýflutni í bæ. Saknaði svolítið verið kröftin, ég segi það ekki, en við Píratar erum sett umbóta og lýðræðisflokkur, við viljum eiga í betra samtali. Eitt af því sem við viljum gera að passa upp á að borgarhrunarstefna sem við erum nýbúin að klára verði virk og hún virki því að eitt af því sem hún á að gera koma í veg fyrir svona slys eins og þetta gímald. Og hún gefur upp eitthvað haldbært til þess að stoppa svona þess að. Því að það þarf að byggja íbúðir, fólki vantar íbúðir. Og til þess að það geti gert í sátt við íbúa, þarf að vera gæði í húsnæðisuppbyggingunni. Það þarf að passa að það sé mannlegur skali, að það sé sátt við nærumhverfið og svona hlutir ekki að gerast. Og
við reyndum þess að við gátum til að stoppa þetta af en það kom í ljós að þetta var bara einhvern veginn komið á langt og bara það er ástæða fyrir því að okkur liggur mikið á að passa að svona hlutur gerist ekki aftur. Og ég vil bara að við eflum þjónustunni hérna, ég vil að við eflum almenningssamgöngunar hingað upp, við þurfum að taka til í Mjóddinni, ég er búinn að vera í stýrihóp framtíð Mjóddarinnar, það eru hlutir sem við þurfum að gera eins og að bara lækka trjágróður, koma upp öryggismyndavélum, bæta lýsingu, bæta gangstéttarnar, það er ýmislegt sem þarf að gera til skemmri tíma en fyrir utan það sem þarf að gera til lengri tíma. Það benda á það að það sem ástæðan fyrir að það er erfitt að finna sumt af þessum plönum er að þeir eru ekki komin mjög langt og hlutir í Norðurmjódd sem fólk er að hafa áhyggjur af eru bara ekki komnir með samþykki, þeir eru ekki komnir lengra en það í ferlinu og í rauninni lítur ekki út fyrir það að það sem var kynnt síðast sé að fara að gerast. Yay! Já, góðan daginn. Ég heiti Silja Sóley Birgisdóttir. Ég er í fyrsta sæti að oddviti Sósíalistaflokksins. Ég vil bara biðja að þakka ykkur kærlega fyrir boðið á þennan fund. Það er mjög mikilvægt að heyra beint frá íbúanum. Við í Sósíalistaflokknum leggjum mjög mikla áherslu á innustun. Hér áður fyrir það voru miklu meiri þjónustur sem borgin var sjálf að sinna og þjónustan gekk betur. Og við viljum byggja aftur upp þetta stofnuninni þannig við séum að tryggja öruggt viðhald alltaf. Það búið að vera mikil áhersla á miðbæinn og það er kominn tími þess að áherslan á úthverfinu. Ég er þetta fyrsta sem hefur ekki búið í Breiðholtinu en amma mín bjó hérna í Rituhólunum. En við leggjum líka bara fyrst og fremst áherslu á óafnættardrifna uppbyggingu. Ef það er verið að fara í einhvers konar framkvæmdir og fjölga íbúum þá þurfum við að passa á þessu óafnættardrifin þannig að hvernig geti átt kost á því að búa hér og við þurfum líka að tryggja að innviðirnir séu við hæfi. Málið með skólamálin eru mjög brýn, sérstaklega í svona fjölmennu hverfi. Við þurfum að fá stuðninginn inn á gólfið, við þurfum að bæta íslenskunna, íslensku sem annað tungumál og við þurfum að færa stuðninginn miklu nær börnunum. Við þurfum að grípa þau miklu fyrr, við þurfum að styðja miklu betur við kennarana og við þurfum líka að styðja miklu betur við stuðningsfulltrúa, gefa undirbúningstíma þannig að það geti verið raunverulegur stuðningurinn í hverfinu. Og síðan þurfum við auðvitað líka að efla allt tómstundastarf og frístundastarf og líka íþróttastarf enda er þetta mikilvægasta forvörnin gegn áfengni barna. Takk, það var stutt. Góða kvöldið, Einar Sveinbjörn Guðmundsson heiti ég og er í öðru sæti fyrir Flokk fólksins fyrir kosningarnar. Og ég sit sem fyrsti varaborgarfulltrúi í þessum meirihluta sem að nafnið minn Þorsteinsson var nú aldrei að gafna hérna áðan. En gleymir því kannski að hafa átt töluvert mikið þátt í þeirri þéttingu sem að blasir hér út gluggann, þetta græni litur Framsóknarflokksins hér, hinum megin við, fótboltavöllinn. En hvað það? Sko, ég verð nú bara að taka undir líka með öðrum hérna í kvöld að ég nefnilega get líka að kalla mig breiðhylting svona áður fyrr, eins og John F. Kennedy sagði við múrinn á sínu tíma, ég bin ægin breiðhyltingur, getum við verðum við núna. En ég ólst hérna upp fyrstu svona, ég var 10 ára aldurs við Neðri-Brjótinu og á mjög góða minningar í þessu frábæra hverfi. En eins og kom fram hérna á sýningunni hjá þeim hérna á undan, að þá er gríðarleg innviðaskuld í hverfinu hjá varðandi íþróttamannvirkjum og fleira. Og þannig að það er gríðarlega mikið sem þarf að eiga sér stað í þessu stóra og flotta hverfi til þess að það fá að blómstra aftur eins og því ber í rauninni. Og hérna, sko, þetta hverfi er algjör svona lykil hverfi í rauninni. Kannski má segja þessi fyrsta hverfi svona sem að sprakk út á sínu tíma svona miklum hraða og leysti mikinn húsnæðisvanda og það sem við ætlum að gera í Flokki fólksins er einmitt það, við komum inn í meirihluta núna með mjög fáar kröfur. En við höfum fengið það í gegn að til dæmis að við höfum verið drífandi í stofnun innviðafélags og óhagnaðardrifnu húsnæðisuppbyggingu sem að skipti miklu máli, en það var aldeilis að taka til hendinni hérna í Breiðholtinu fyrirgefiði og það ætlum svo sannarlega að gera. Já, góða kvöldi, Baldur Borgþórsson heiti ég og er frá okkar borg, Reykjavík, XL. Þá eftir að koma ykkur óþægilega og óvart hér að ég ætla að vera mjög hreinskilinn í svörum við þeim spurningu sem koma hér á eftir, að því að við okkar borg segjum ekkert sem við standum ekki við. Og það sem ég get sagt ykkur í fljótu bragði núna er
Ein spurningin varðandi 1100 íbúðir hérna í Norðurmjódd, þar sem bílasölurnar og það dótir í dag, með skóla fyrir börn þar, það verða engar 1100 íbúðir þar, ef við komumst til valda, bara alls ekki. Við höfnum þessari borgarlínu þéttingu sem eiga sér stað alla borgina, sjálfur bý í Grafarholti Úlfarsárdal. Það hverfi á að eyðileggja núna á komandi árum með að auka þéttingu úr ca. 20-25 íbúðum per hektara upp í 80. Og keyrið upp í Úlfarsárdal og kíkið og spurriði, þetta skynsamlegt? Nei, þéttingin hér í Breiðholtinu það ekki heldur. Við ætlum að ráðast í allar þær aðgerðir sem koma að viðhaldi og koma hlutur sem eru fyrir, innviðin í lag og svo allt hitt. En það sem stærsta málið að mínu mati, og kom skýrt fram hér í glærum áðan, við ætlum að segja hingað og ekki lengra. Við ætlum að opna forskóladeildir fyrir börn sem ekki tala íslensku og þegar að þau hafa náð fullu valdi á því máli þá færast þau rennaðu inn í bekkjardeildir með íslensku börnum. Við ætlum ekki að láta þessa þróun halda áfram. Þetta gert okkar barna vegna og þeirra barna sem að hingað flytja og ég skora á ykkur að fara inn á okkarborg.is, kíkja á stefnuskrána sem fékk nú bara þá viðurkenningu fyrir í dag að vera eina skýra stefnan sem við boðið þetta vorið. Kærar þakkir. Já, komið í sæl. Ég heiti Björg og ég oddviti hjá Viðreisn. Gaman að vera með ykkur, gaman að sjá mætingu. Þetta alveg mæting. Ég kom nú hérna daginn og heimsótti Hafdís og félagi hérna og fikk smá svona túr íþróttaaðstöðuna og svona, við fórum auðvitað svona aðeins dýpra í þetta núna í þessum erindum hér. Mér finnst þetta sorglegt og við erum nú að fara öll hverfin og tala við fólk og íþróttafélög og skóla og hérna bara fólk út alla borg og það alveg ljóst og ég held að það sé bara fínt fyrir okkur sem ætlum að reyna að komast inn í borgarstjórn á næsta kjörtímabili að átta okkur á því hvers konar búi við erum að taka við. Það rosaleg innviðaskuld út alla Reykjavík og mér langar næstu því bara að, þú veist, bara segja við ætlum ekki að gera neitt skemmtilegt, við ætlum bara að fara að laga og gera við það sem við eigum. Við eigum hérna byggingar, skólabyggingar, söfn, íþróttaaðstöð og annað sem bara, þetta liggur bara mikið undir skemmdum, við höfum ekki sinnt þessu, við erum bara, þú veist, pólitíkin bara alltaf að stofna einhver ný verkefni hingað og þangað en við erum ekki að sinna því sem við eigum og við erum ekki að gera við það sem við eigum og mér finnst það ekkert ofsalega gott samfélag og kannski góð borgarstjórn sem hugsa þannig. Þannig ég myndi gjarnan vilja fara inn í næsta kjörtímabil með þetta hugafar. Við verðum að minnka kerfið, það verður að vera minna ráðhús og meiri hverfi og fara í þessa innviða uppbyggingu inni í hverfunum eins og ég segi. Það sem við Viðreisn myndum gjarnan gera að setja stjórn yfir eignasafn borgarinnar. Þetta eru ansi margir fermetrar og ég held að þurfa að koma í dálítið skýrari farveg hver staða á mannvirkjum og hvernig við ætlum að til hvers á að leita þegar það þarf að gera við og svo framvegis. Svo þarf að vera ótrúlega skýrt mælaborð framkvæmda sem borgin stendur í þannig að það sé gagnsæi í því og þannig að fólk hafi upplýsingar. Ég veit það ekki hægt að vera með heimtufreki og segja allt þurfa að gerast á morgun en ég held að sé ágætt að við sjáum öll hver tímalínan og hvert planið þannig að við séum bara á sömu línu með það. En bara takk fyrir góðan og upplýsandi fund. Takk fyrir fundinn og myndirnar sem segja svo sannarlega meira en 1000 orð. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og býð mig fram fyrir Vinstrið fyrir fyrsta sæti fyrir hérna Vinstrið. Ég útskrifaðist úr Fellaskóla árið 2008, hrun árið og við hjá Vinstrinu við trúum á félagslegar lausnir sem gagnast heildinni. Og það sem gagnast ekki heildinni mitt græna húsið, gangstéttir sem eru ekki nógu öruggar og óaðlaðandi samgönguhús sem mjóttin Ég heyri núna þegar að kalla eftir skýrari framsetningu og skýrara plan varðandi hvernig hlutirnir verði leystir hér í Breiðholti og ég get bara sagt það sjálf sem borgarfulltrúi sem hef áður verið síðustu ár og þá finnst manni stundum dálítið ruglingslegt að fá fram skýrar upplýsingar stöðuna á þeim verkefnum sem í gangi á borginni. Þannig að ef ég vinn í þessu og mér finnst þetta ruglingslegt þá get ég vel skilið að við sem ekki standa okkur í að setja þetta fram með nægum skýrum hætti gagnvart íbúum borgarinnar.
Varðandi íbúðaráðin þá erum við á Vinstrinu alveg á því að það eigi að hafa, ef við förum aftur þá leið að hafa íbúðaráð og við eigum að fjölga stefnuvöldum fulltrúum, þannig að við séum einmitt að nýta þessi ráð og þennan vettvang til þess að rödd íbúanna heyrist. Eins og fyrirkomulagið var, þá voru sem sagt borgarfulltrúar eða varaborgarfulltrúar sem sátu þarna líka og gátu í rauninni fengið greitt fyrir setu þarna. Okkur finnst það að vera fókus á íbúana og við séum að fara vel með fjármunni þannig að við séum ekki að nýta í rauninni fjármagn borgarinnar í íbúasamráð sem fer í að hífa upp laun borgarfulltrúa sem eru á nákvæmum launum til þess að byrja með. Ég bara veit að þið þekkið best til þannig að þegar það kemur að því að útfæra plan um hvernig við ætlum að laga það sem þarf að laga í kerfinu þá þarf við að vinna það með ykkur og ég hlakka bara til að heyra hvað þeir hafa að segja hér í kvöld og vona að getum bara forganast hraða tímanum í að hlusta á ykkar frásagnir. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég heiti Ingimar Friðriksson og er hérna fyrir G-lista góða dagsins. Góðan daginn, framboðið. Uppruni okkar hérna framboðs tengdist rekstri borgarinnar og við erum að koma inn á það. Það er bara í ólagi margt í rekstrinum. Ekki bara fjármálun heldur líka framkvæmdin á ýmsum viðhaldsverkefnum. Ég tengi líka mjög vel við það sem var sagt hérna. Ég var í íbúðaráði Grafarvogs og bý í Grafarvogi, þannig að það er annað útgerfi, svona systur útgerfi í Breiðholts, getum við sagt. Við erum með svipað sýn, við viljum, og þetta er góð hverfi. Ég tengi þessu hverfi mikið að margir vinir mínir eru það og á menntaskólaárunum var ég mjög mikið hérna með félögum hérna í bæði Evrópuröld og Seljalandsfjörð. Þetta er frábært hverfi. Það er ýmis vandamál líka, við höfum lagt gríðarlega áherslu á íslensku kennslu fyrir nemendur með erlenda bakgrunn. Við tókum það lítið á það í Silfrinu, leggjum það þar og við leggjum líka áherslu á bæði lýðræðismál, tengingu við íbúana, samtalið og við erum með lýðheilsustefnu hjá okkur, þar sem við viljum að allir nemendur geti stundað íþróttir og útivist. Þannig að það er svo margt sem ég tengi hérna við það sem ég sagt. Ég hef verið að gagnrýna líka einmitt sjálfur frá íbúðaráðinu. Ég hef kallað eftir upplýsingum úr ábendingakerfi Reykjavíkurborgar og það er eins og það sé ekki tölfræði í gangi. Ég var formaður umferðaröryggishóps í Grafarvogi og það er ýmislegt sem þarf að laga í þessu. Það er sama hér, það er sömu vandamál og við munum standa okkur í því að reyna að laga ástandi hérna með ykkur og í góðu samtali við ykkur. Takk fyrir. Góða kvöldið, Pétur Marteinsson heiti ég og kemur frá Samfylkingunni. Ég Breiðhyltingur, eins og einhver hérna. Ólst upp í Söðurhólum 4 og gekk í Hólabrekkuskóla, alla skólagönguna og er stoltur Breiðhyltingur. Æfði í Leikni og fór sér í FB í 1 ár eftir að ég hafði klúðrað Vestló aðeins. Vann síðan á FM 957 sem var í Bíóhöllinu. Þannig að Breiðholtið mér þykir vænt Breiðholtið og mér þótti óskaplega gaman og gott að alast upp hér, frábært hverfi. Hverfið er það aðeins að eldast, eins og kannski ég er hérna í byrjun þegar Breiðholtið er að byggjast og við sáum eftir að það hefur verið gríðarleg fólksfjölgun í Reykjavík. Á síðustu 10 ára bara 90.000 manns, heill Garðabær komin inn í Reykjavík eða heill Akureyri. Og það er eins og það séu vaxtarverkir og innviðirnir hafa aðeins setið á hakanum eins og hefur komið hérna fram. Í okkar stefnu þá viljum við leggja áherslu á börn fyrst og fremst. Og hér í Breiðholtinu eru bæði mörg tækifæri en nokkrar áskorunir. Eins og kom fram að þá er stærra hlutfall eða hærra hlutfall hérna af erlendum krökkum sem við þurfum að taka utan um og grípa. Það er tækifæri núna og næstu árum að gera þetta almennilega og það viljum við svo sannarlega gera. Þannig að við viljum efla eins og það er komið fram hjá öðrum íslensku kennslu. En íþróttafélögin eru gríðarlega mikilvæg í því að þessi krakkar inngildist eða líði vel í okkar samfélagi. Það hefur sýnt fram á að hópíþróttar ekki minnst og íþróttafélögin almennt geta haft mest áhrif á þessum börnum líði vel og líði vel í samfélaginu okkar.
Að lokum, ég var búinn að fá gula spjaldið, var við því frá gamla dögum. Þá ætlum við að klára vetrargarði í Breiðholtinu og síðan hlusta á íbúa með allar þessar nýju framkvæmdir sem eru áætlaðar. Takk. Einhverjir á það spurningu í fyrsta sinn? Ok. Þá bara þökkum við ykkur kærlega fyrir góðan yfirferð og við ætlum að vinda okkur þá í svona lykilmálefni og spurningar. Fyrir fundinn þá báðum við fólk að senda inn spurningar á internetinu og það bárust þátt í 50 spurningar og það er svona búið að reyna að raða þeim í einhverja flokka og bara svona til þess að kannski aðeins brjóta ísinn þá ætla ég kannski að vera með svona já og nei spurningar. Ég áttum á að þið viljið væntanlega bæta við svara ykkur og ykkur gefst tækifæri til þess hérna eftir. Eins ætla ég að minna á að frambjóðendur eru tiltals hérna eftir fundinn, þannig að endilega nýtið tækifæri og takið svona dýpri umræðum af því við erum svo mörg að þá þurfum við svolítið að reyna að stýra tímanum. Það verða svo opna spurningar eftir og við ætlum að reyna að takmarka svörin með 30 sekúndur þar, bara svo allir fái að tala. En ég ætla að biðja ykkur að standa upp svo að fólk sjáu svörin ykkar og líka bara ágætt að maður áveist ekki að sitja Þá kemur bara hérna fyrsta já og nei. Það er sem sagt já fyrir ÍR-litin hennan dökka og nei fyrir ljósbláa. Og ég gef ykkur hérna 10 sekúndur til að hugsa málið. Og það er ekkert að finna það. Og það stendur líka á, svona til einfölduna fyrir ykkur. En fyrir áhorfendur þá er jáið ÍR-blár, þessu dökki. Og spurningin er, ætlar þinn flokkur að bæta öryggi umferðar og umferðarflæði á Breiðholtsbraut / Reykjanesbraut? Það er skýrt. Spurning 2. Munu 300 grunnskólabörn sem fylgja uppbyggingu 1100 íbúða í Mjódd fá skólapláss í núverandi skólum hverfisins? Ok, gefum okkur að uppbyggingin verði, þannig að svörum þessu þannig. Það þarf að byggja þá meiri skóla? Já, bara líka útskýringar takk. Ég er ekki að segja nei fyrir hvað meiri skóla. Þá setur þú bara bæði. Þegar þinn flokkur að tryggja þurfi með bindandi skipulagi að uppbygging við Norður-Mjódd skerði ekki sólfriðhelgi og auki ekki umferð í hverfinu. Og næsta. Telur þinn flokkur að efla þurfi stuðning og úrræði í grunnskólum hverfisins til að mæta fjölbreyttum nemendahópi? Og þá er það næst síðasta. Ætlar þinn flokkur að bæta þjónustu og aðstöðu almenningssamgangna í hverfinu? Verður borgarlína tilbúin kjörtímabilsins? Það er ekki sjálfs á þetta búinn. Það er engin spurningi bara. Hver er spurningi bara? Og setni, verður borgarlína tilbúin? Nei, við vitum að þetta þarf að fara í deiliskipulag og ýmislegt ykkur kynningar og já. Við erum ekki að óska eftir neinu skýringu núna takk. Telur þinn flokkur að grípa þurfi til aðgerða til að draga úr ryk og hljóðmengun þegar stofnbraut eftir Rjúpnaheiði opnar? Flott, ok, þá má ég bara fá okkur sæti. Það var stoppa fyrir þig. Þá erum við með opna spurningar og við erum nú með einhverja hérna út í sal. Felix, viltu, sko það er hérna mæk hérna á endanum ef þú vilt, en þú mátt líka nota bara röddina. Bara röddina, já, tökum bara sensinn. Takk fyrir að koma og góð mæting.
Þetta hefur komið fram hérna varðandi göngustígana. Ég bý hérna upp í Seljakverfi og hleyp mikið hérna í hringinn og hérna úti með hundinn og göngustígarnir eru bara mjög illa farnir og við erum að veita svona og margir aðrir ábyggla hvenær á að fara í það. Það er náttúrulega að segja allir núna bara að við förum strax í þetta og ábyggla þeir sem eru í stjórn núna hafa gert það á sínum tíma. En við hefum oft sett inn fyrirspurnir og þetta er bara ekkert í forgangsröð núna og þetta er bara aftarlega þannig að hvenær fáum við nýja stettir. Já, og við ætlum að byrja núna á hinum endanum 30 sekúndur og göngum svo kallað kolli. Það er aftur hérna. Var þið eitthvað í mikrofónu eða? Ég get komið það. Núna er bara rauðarspjaldið þegar tíminn er búinn. Ég er aðeins að ítreka sem ég sagði áðan að þetta er orðið gamalt hverfi og það eru fleiri hverfi sem eru gömul. Núna bý ég í Vesturbænum og það er mikið af margar gangstéttir þar sem líta eins illa út á þetta. Og það þarf að búa til einhvers konar skipulag og einhvern fyrirsjáanleika og ég held að Viðreisn hafi nefnt á hann eitthvað mælaborð þannig að við getum vita nákvæmlega hvað þarf að gera. Ég vona að þessi hraða uppbygging sem hefur verið í gangi núna í húsnæðismálum og fjölgun fólks sé aðeins á niðurleið og við getum bara að einblína á innviðina. Akkurat. Veitu? Já, Ingimar ég. Svona með sambund okkar við íbúðir hér þá þarf bara að gera þetta strax. Þetta er bara næsta sumar, takk fyrir. Við erum að líka tala fyrir því að vera með mælingar, árangursmælingar. Þannig að það sé hægt að sjá hver staðan er. Hvað er búið að gera, þannig að það sé hægt að fletta þið bara upp. Segjum að séu stígar sem eru kannski, við veit ekki hvað eru margir kílómetri hérna sem eru á ólægi og þá sé það sett inn í svona mælingu og við sjáum að þið getið séð fylgst með hversu mikið er búið. Takk fyrir. Já, það var að forgangsraða að laga hér í þessu hverfi og við erum með í okkar stefnuskrá og þá tökum við fram að göngulegir og gangstéttir eiga að vera öruggar. Við fengum mjög skýrt frá kosningastjórum ekki sitt og mikið í svona bækling en það var mikil áhersla að þetta var að vera. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Við í Viðreisnum talaðum það að fyrsta verkefni er að taka til í kerfinu og til þar fjárhagslegt svigrúm og skila þeim peningum út úr Ráðhúsinu og Borgartúninu og inn í hverfin. Og þetta myndi ég gjarnan vilja fara í sumar, fá ég til þess umboð. Ég held að gaman að fólk er að pikka þetta upp með mælaborðið. Við skulum bara setja upp hérna gagnsætt plan. Við vitum að hverfin eru mörg og verkefnin eru ærin og mörg. Þannig að við þurfum að fá einhverja yfirsýn yfir það bara hvernig er staðan út í hverfunum og hvernig forgangsröðið þannig að það sé gagnsætt þar. Takk. Ég lofaði heiðarlegu svörum fyrir okkar borg og heiðarlega svarið er ég hef ekki hugmynd. Ég get lofað ykkur því einu þó að ef einhver hér segir að þetta verður gert í sumar þá er mjög líklegt að það sé ekki rétt. Mjög. Veru jarðbundin vísa í fyrri svör mín með það að við setjum viðhald og endurreisn eigna og innviða okkar sem í borginni búum. Innviðina, þá erum við að tala um sundlaugar, við erum að tala um gangstéttir og allt saman. Það er í forgang, algjörn forgang og því miður það mun ekkert náttúrulega að gera í sumar nema hafi verið ákveðið áður. Sem þau gáttu gert en gerðu ekki. Já, það er ekki svo komið fram hérna annað í kvöld að þá er eigna eftirlit borgarinnar bara alveg í algjöru lamasessi í rauninni að horfa á þetta. Að þetta er ekki bara, þetta eru göngustígar hér í hverfinu og líka bara út alla borg. Laugavegurinn er stór hættulegur bara eldra fólki og öllum. Það ganga gangstéttar hendurnar bara upp sitt og hvað. Og ég veit til þess að fólki er bara að slasa sig mjög alvarlega með því að þetta þar. Og þetta er víða í borginni. En lykil atriði varðandi þessi mál, þessi eigna umsýslumál borgarinnar, er það ekki að búið strax? Ég er rétt að byrja. Að það er forgangsröðunin og að hafa peningana og nýta á það sem á þarf að halda. Það er margt sem þarf að gera í kerfinu til þess að koma því til leiðar. Já, eins og staðan er í dag, þá er þessi verkefni einmitt eina af þeim sem verður sett í útboð þrátt fyrir að borgin eigi sjálf valkonarstöð. Við viljum að við hættum að útvista þessari þjónustu og styttum þannig tímann og getum bara skapað raunverulegt verklag þannig við séum að sinna þessu viðhaldi og séum með ákveðna svona áætlanagerð þannig við séum með almennilegt viðhaldi í öllum hverfunum.
Vá, undir. Við styðjum klárlega gönguvæna borg og viljum bæta þetta. Ég þori ekki að lofa því, en það eitt sem við erum búin að vera að vinna með er fyrirkomulag þar sem eitt hverfi í einu eða tvö í einu verið sett í forgang og þá getur Breiðholtið verið snemma í rauninni. Það er ekki búið að lenda þessu, þannig ég þori ekki að lofa því. Ég var alltaf til í einhvers konar slíkt fyrirkomulag. Það er virkilega þörf á að bæta göngustíga hérna í Breiðholtinu. En já, þetta er bara eitthvað sem þarf að gerast. En ég ætla ekki að lofa því að það gerist í sumar, enginn sem segist ætla að lofa þessu í sumar getur mögulega verið að segja satt. Já, ég ætla að lofa því að laga alla göngustíga á þessu kjörtímabili í þessu hverfi. Ég fer út að ganga hérna með son minn í barnavagninum og ég þarf að keyra á götunni vegna þess að hann sefur ekki að því að göngustígarnir eru allir sprungnir og ónýtir. Þetta er að gjörsamlega galið. Ástæðan fyrir þessu er að meirihlutarnir undanfarið kjörtímabil eru búin að gera puntgötur og torg niður í miðborg, risastóra framkvæmdir á Hlemmi sem kostar 100 milljarða. Og við erum að færa til þessa peninga úr gæluverkefnum niður í miðbæ og hingað út í úthverfi. Ég er svolítið skemmtilegt þegar ég sé þessu framboði. Því þegar ég stofnaði Syni Breiðholts fyrir 16 árum síðan, þá var það að því að hverfið mitt var að grotna niður. Og þá byggum við til Breiðholtsskýrsluna, ferðuðumst allt hverfið og tókum einmitt myndir af ónýtum götustígum, holum í veginum og öllu þessu. Og núna, 16 árum síðan, erum við komin á nákvæmlega sama stað. Og við í Sjálfstæðisflokknum ætlum að þjónusta íbúa í borginni og við ætlum að ráðast í tímabært hreinsunarátak strax. Já, það er ágætt að fá tækifæri til þess að benda á það svona áþreifanlegum hætti hvað það þýðir sem er verið að segja með almennum orðum þegar það er verið að segja að það þarf að taka til í rekstri borgarinnar og hætta gæluverkunum til að geta sett fókus á grunnþjónustu við íbúana. Það er meðal annars að laga stíga. Ég þekki ástandið hérna á stígunum svolítið í gegnum það að skoða þetta walkout, þarna vefinn hjá honum Dalatræ og það eru auðvitað gríðarlega mörg slík viðfangsefni. Ég nefndi áðan hvað væri mikil innviðaskuldin í íþróttafélögin, en þetta er víðar. Ég var að skoða það í símanum mínum, það er skilaboð frá vini mínum sem býr við Hljómskálagarðinn. Hann sagði að það hefur ekki verið kveikt á ljósasturnu við húsið hans í 4 ár. Herri, jæja, takk fyrir þetta. Ég ætla að biðja ykkur aftur að taka já og nei spjöldinu. Þetta er síðastu já og nei spurninguna. Ég myndi orðan öðruvísi bara svo það sé sagt. Þetta kom í gegnum netið. Styður þinn flokkur að takmarka ekki uppbyggingu á grænum svæðum í Breiðholti? Já, ég held að það sem er verið að reyna að segja er styðjiði uppbyggingu á grænum svæðum í Breiðholti. Styðjiði uppbyggingu á grænum svæðum? Ef að svæðið er grænt í dag, styðjiði að það sé uppbygging? Eða haldist það? Nei. Ok, hvað er grænt svæði? Það er grænt að vera grænt. Já, það er grænt að vera grænt höfumstæða. Framsókn styður að grænt sem grænt. Spurningin hefði þurft að vera að þolir að sjá græna fletta á þetta flotta. Það er ekki þetta. En það með þessi best. Og þá er önnur spurning úr sal, Ástrós. Já. Góð kvöldi, ég heiti Ástrós. Ég er hérna gestur úr Efri-Byggðum í Grafarvogi, en ég á beðin að koma þessa spurningu framfæri. Í Mjódd er áætlað að byggja 1100 íbúðir, 300 grunnskólabörn fylgja því. Ef þessi börn fá ekki pláss, hvert eiga þau þá að fara? Við skulum byrja bara hérna fyrir miðju og það er aftur eins og að 30 sekúndur. Já, það er alltaf með uppbyggingu á húsnæðisuppbyggingu að það hefur oft verið undanfarin ár því hefur sleppt að huga að innviða uppbyggingunum leið. Og það er kannski komið tími til þess að við förum að horfa á innviðina fyrst eða allavega samhliða þeirri uppbyggingu sem á að eiga sér stað. Þetta hefur Flokkur fólksins svo sannarlega gert með stofnun Innviðaþróunarfélags sem að gerir það kleift að hægt sé að fara í ákveðna innviðauppbyggingu samhliða
byggingu á nýju húsnæði. Og það þarf að huga að innviðum áður en að byrja að byggja húsnæði fyrir fólk. Ég svara áfram skýrt. Hvaða 300 börn og hvaða 1100 íbúðir? Ef þið kjósið rétt þá verða þeir einfaldlega ekki byggðar. Þannig að ég ætla ekki að fara að fakulera hvað að gera við 300 börn sem ég vil alls ekki að flytja við hliðina á einhverju stærstu hraðbraut landsins. Þessi hugmynd er náttúrulega galin frá upphaf til enda. Þannig að ég segi bara skýrt XR og þá er engar 1100 íbúðir að fara að rísa á þessu stað. Takk. Já, ég verð á veikina, ég þekki málið ekki í smáatriðum en ég átti mig á því að sporin hræða samanber Vogahverfi og fleiri hverfi þar sem við höfum séð uppbyggingu og fullt af fólki flytja inn en innviðir og skólar og grænsvöður hafa ekki fylgt í takt. Ég myndi bara vilja einhvern veginn kafa ofan í þetta áttum á því hvert planið er en augljóslega þurfa innviðir að halda takti við uppbygginguna en það er að innheimta öll þessi gjöld innviðagjöld til þess að búa til innviðina þannig ég regna nú með að þetta þurfi að haldast bara vel í hendur. Takk. Já, það eru mörg börn að bíða eftir öruggu húsnæði í dag en við þurfum líka að tryggja að þau komist á inn í sinn hverfa skóla að það sé búið að áætla fyrir þeim börnum og öllu því sem þau þurfa á að halda inn í kennslustofunni. Þetta er auðvitað námsgögn og allt sér til staðar en ef það er ekki þá þarf auðvitað að finna einhverja viðeigandi lausnir og við leggjum áherslu á að reyndist við að leysa innan hverfisins. Takk fyrir. Hluti á okkar áherslum er náttúrulega að mæla alltaf hver staðan er, þannig að við vitum nákvæmlega hvað er að gerast. Og varðandi þetta mál þá náttúrulega þyrfti bara að fjölga kennslustofum í Breiðholtsskóla, það er okkar skoðun. Samlega því að þessu uppbygging fer af stað. Og heldur vera með það tilbúið þegar íbúðarnir náttúrulega byrja inn, að gera það á undan, byrja þar. Nýrri uppbyggingu þarf að fylgja innviðir og þarf að leiða skólar. Breiðholtsskóli er svona nærtækastur við þessa uppbyggingu en ég hef verið að þessu ferð Breiðholtið og hitt fólk hérna og ég hef heyrt á nokkrum stöðum þar sem hefur verið nefnt að það væri sniðugt að hafa safnskóla í Breiðholtinu. Ég bara kastaði fram, ég er ekki komið með fasta skoðun á málinu en það gæti verið á næsta kjörtímabili skipulaður einhver safnskóli fyrir þá eldri bekki í grunnskóla. Já, eins og komið fram, þá er Miðflokkurinn algjörlega á móti þeirri ofurþéttingarstefnu og þröngu vaxtamörkum sem hefur verið keyrð hérna á undanförnum árum og endurspeglast í eins og þessum áformum 1100 íbúðir í Norðurmjódd. En líka víðar hérna eins og í þessu hverfi þá sé miklu færri íbúðir eins og upp í Austurbergi. Að það sé bara tróðið nýjum blokkum niður á bílastæði eða hækkaðar, blokkir sem fyrir eru í svona fyrirhyggjuleysi. Hér þarf bara að staldra við og hugsa upp á nýtt. Ég fór í heimsókn daginn og hitti skólastjórnendur í skóla hér í Breiðholtinu og hún var að segja mér að skólarnir væru alveg sprungnir. Þannig að hvernig við ætlum að bæta 300 börnum við, veit ég ekki. Hins vegar veit ég að þetta eru þróunarreitir og það er ekki búið að deili skipuleggja þá. En ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu strax en ef að það á byggja og þétta sem við erum ekki með, við viljum brjóta nýtt land, að þá þarf að fylgja innviðir og skólar. Takk. Já, þetta var bara ágætlega mælt. Ég tek undir hvert orð. Sporin hræða. Og bara þessi fréttatilkynning núna frá Samfylkingunni og Viðreisn í ríkisstjórn og í borgarstjórn hér að það eigi að þétta inn í hverfi sem ég nefndi áðan, Laugardalnum, þar sem allir skólar eru sprungnir alveg eins og hér, að þau hika ekki við það og þau segja það beint í andlitið á ykkur rétt fyrir kosningar. Þannig að við í Framsókn, við viljum ekki þétta í hverfunum nema það séu rými í skólum, grunn- og leikskólum og innviðir til að taka á móti fólki. Þetta bara er augljóst mál. Ég verð bara að segja, ég veit ekki hvað þessi 1100 íbúðatala kemur. Ég veit ekki betur en að í nýjustu húsnæðisáætlun séu 800 íbúðir í öllu Breiðholti, bæði Mjóddinni og upp í hverfi.
Það voru síðast kynnt áform 500 eitthvað í Norðurmjótt og það er ekki búið að samþykkja það því að það er ekki bara í samræmi við hvernig við viljum sjá þetta. Þannig að ég bara veit ekki hvað þetta tala kemur, en augljóst er að þannig ef það á að byggja íbúðir þá þurfa að byggja innviðir eins og skólar og svoleiðis með. Það er hreina línur. Þannig ég veit ekki hvað þessi hugmynd kemur og ég bara neita að láta mig einhvern veginn sitja uppi með eins og þessi gerðu hlutur því að við höfum bara aldrei ákveðið að gera þetta. Já, ég sit líka utan fjárhúsins þannig ég er ekki búin að kynna með málið í þaular en ég er mjög opin fyrir samtalinu. Varðandi uppbyggingu í Norðurmjóttinni þá er það líka spurningum fyrir hvað við erum að byggja. Það er brýn nauðsyn fyrir þarna óhagnaðdrifna leigu og húsnæði fyrir eldri borgara. Það er þörf á íbúðakjörnum fyrir fatlaða fólk. Þannig það er líka spurning að byggja upp þessu uppbyggingu fyrir fjölskyldufólk sem skólandi get ekki tekið á móti. Það er mögulega tækifæri til þess að byggja í viðbyggingu við Breiðholtsskóla en þá þarf líka kennara. Glæsilegt, kæra þakkir. Og þá vindum við okkur aftur út í sal þar sem hann Per er með spurningu. Nei, Jókans. Já, góðan daginn eller gott kvöld. Ég heter Per og býr hérna rétt hjá þetta græna stóra hús og spurningin snýst það. Ég vil bara aðeins byrja með að segja að þegar við köptum íbúð hérna í búsetahúsinu þá var skipulagið að byggja 4 held ég blokk, aðskil blokk og miklu rýmri svona í kring og það átti að vera som sagt þjónustu, starfsemi, kaffihús og eitthvað svoleiðis. En þetta kom okkur mjög óvart og þegar skipulagsbreytingar voru gerðar eftir það við hefum flutt hingað þá var það mjög dularfullt og bara lengt inn í auglýsing sem enginn sá. Á vísu var ein kona í húsi sem sá það og spurði hvað er þetta? Já, þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur, það verður ekki svo hátt. Það er bara 2 hæða hús. Það er á vísu 2 hæða hús, en þetta er innanlega hús. Og þegar við svo vorum í sambandi við borgarfulltrúar í borgarstjórninni og annað, voru margir sem sagði, þetta kom okkur alveg á óvart, ég hef ekki hugmynd að þetta myndi vera svona. Dóra Björn, Einar var líka að segja það að þetta komi alveg á óvart. Þannig að spurningin er, hvað getum við gert núna? Hvað ætlum þið að gera varðandi græna gímaldi? Við viljum helst sjá að það bara fari. Bara rífa það niður. Það var auðvitað setjað upp, það er auðvitað að taka það niður líka. En það er kannski ekki raunhæft í rauninni. Og það er spurningin, hvað er hægt að gera? Það vantar að klára göngustíga og umferðisöryggismál. Árskógar, það er búin að setja upp skildi að þunga flutningabílar má ekki keyra, en það gerir það samt. Það er 30 km raðantakmarkanir, enginn fylgir því. Þannig að hvað ætlum við að gera? Fyrst og fremst með græna gímalið og svo í umhverfi göngustígar og annað sem vantar. Takk fyrir spurninguna. Þetta hús er einfallega það versta sem hefur komið fyrir á þessu kjörtímabili, held ég. Það var mér persónulega mikið áfall að sjá þetta hús rísa. Ég bý í þessu hverfi og það er rétt sem þú segir að ef við kjörnir fulltrúar hefðum vitað að þetta myndi líta svona út, við hefðum bara lagst undir gröfur. Það er bara þannig. Af því það reis svo hratt og það var byggt upp þarna megin og svo allt í einu var það komið. Og þetta er bara það versta sem við höfum upplifað og fullkominn áfellisdómur yfir skipulagsstefnu Reykjavíkurborgar og embættismannakerfinu sem klúðraði þessu. Ég samþykkti þetta ekki. Það gerði ég ekki, nei. Og það... Já, í rauninni er erfitt að sjá hvað er hægt að gera annað en að fara í einhverjar mótvægisaðgerðir. Því að ég veit ekki, það verður bara rosalega skaðabótaskipti ef við ætlum eitthvað að fara að rífa þetta jólið við núna, sko. Við höfum leitað, við könnuðum það hvort það væri áhugi hjá búseta að kaupa þau út úr blokkinni og það var virkið ekki vera.
En bara já, við þurfum að fyrsta lagi koma í veg fyrir að þetta gerist aftur og þetta er... Já, ég meina, hvað get ég sagt? Það sá enginn fyrir að þetta myndi gera svona. Það var... Já, og ég elskir þetta að það vilji þeirra hlæja. Hver þá, veist það einhvern sem hefur verið á ábyrgð fyrir þessu? Já, við erum að bíða til útbreyri endurskoðun að koma að ræða hvernig það var, því að þetta er furðulegt. Mjög furðulegt, mér verður búin að segja náttúrulega Það var enginn sem ákvaða að þetta ætti að vera svona. Það var aldrei tekið pólitísk ákvörðun að þetta væri gegn. Nei, alls ekki, gefum pontunni. Stoppa, þið ræðið saman eftir, þetta er alveg að vera það getið tekið svona skjálf. Já, þetta græna gímáldi er mögulega að breyta því verðum sem ég veist. Þetta er rosalega áhandaður á þetta, en ég ætla ekki að þykjast að ég veit persónulega hvað er best að gera og þetta er ekki bara spurning einmitt. Það er alveg ekkert að rífa þetta niður, en það er spurning hvort það sé að fara í einhvern svona þrýsting eða pressu eða eitthvað varðandi endurhugsun á yfirbyggingunni, en síðan er líka bara að reyna að gera gott úr vondum hlut og reyna að bæta umhverfið í kring. Það munar ekki um. Já, þetta er með hreinum ólíkindum að hér rísi bygging af þessari stærðargráðu án þess að borgarstjóri, þáverandi og formaður umhverfis- og skipulagsráðs hafi nokkra hugmynd að hvernig húsið myndi líta út eða hvenær það myndi byggjast og hversu hratt. Ég, fyrir hönd Flokk fólksins, við þvóum hendur okkar algjörlega af þessu klúðri og ég get lofað ykkur því að við hefðum verið í borgarstjórn hérna á þeim tíma þegar þetta var kastað á milli Ráðhússins og umhverfis- og skipulagsráðs, þá hefði gripið inn í taumana. Það er alveg á hreinu. Ef og hefði, förum við málið. Það sem þetta snýst aðalega er 5 hæða ferlíkið sem var byggt beint fyrir framan andlit þessa fólks í fullri dagsbirtu. Oddviti Sjálfstæðisflokksins fullyrti í fjölmiðlum strax í kjölfarið. Þetta var afgreitt á bakherbergjum borgarinnar. Það er rangt. 29. júní 2022 samþykkir Hildur Björnsdóttir og Kjartan Magnússon og allir hinnir fulltrúar allra flokka sem eiga sæti í borgarstjórn að senda þetta til auglýsingar þrátt fyrir að fyrirlægju teikningar á þeirri stundu sem sýndu 5 hæða skrimsli ofan á svalirnar í fólkinu. Þau samþykktu aftur 3. október, aftur 13. október, ábyrgðin er þeirra, látum þau kaupa húsið og rífa það. Já, Bragginn, Brákaborg, Græna gímaldið, þetta eru ákveðnir minnisvarðar. Ég held að hjálpa okkur ekkert að fara í eitthvað svona rifrildi það hver nákvæmlega gerir hvað. Þetta blasir við, þetta er stórmyndin. Þetta er það sem við þurfum að taka með okkur í næsta kjörtímabil. Augljóslega er eitthvað að. Ég ætla ekki að þykjast vita nákvæmlega hvað það er, en mig langar að taka þátt í því að gera betur á næsta kjörtímabili. Varðandi þetta sem nú er, þessi staða sem nú er, ég veit það ekki, ég hef heyrt hugmyndir að fá einhverja flotta listamenn til að gera eitthvað á vegginn eða gróðursetja eða annað. Ég bara, já, hugmyndir óskast. Já, þetta er ekki í lagi og við höfum með tekst frásagnir að hvernig þetta hefur áhrif á daglegt líf og ég man eftir var ekki sýnt bara hvernig þetta hefur áhrif líka á líf dýra. Það var páfagaukur sem að hægt að syngja til eiginlega ég fram með fyrst, ég vildi bara aðeins nefna þetta í upphafi. Ég held að það sé svona ákveðin birtingarmynd þess og það er leitast við að fá svona mest fjárhagslega upp úr uppbyggingu og það er auðvitað ekki í lagi. Ég veit til þess að það eru samtöl í gangi á milli aðila hvernig sé þetta svona kannski leitast við að breyta einhverju þarna en ég bara, það er einu sem ég veit ekki meir en ég veit að þetta er hræðilegt. Ég vil bara segja að auðvitað á borgarstjórn að taka ábyrgð á þessu. Og viðurkenna það að það er öll borgarstjórn sem er ábyrgð fyrir þessu, sem sagt borgarstjórn. Þetta er ferli, þetta er bara klúður, ferli, þetta er slæmur rekstur að svona skuli gerast. Og þetta er ég náttúrulega nýtt framboð hérna og við erum að stefna á það að reyna að bæta reksturinn.
En varðandi það hvað hægt að gera núna, ég myndi náttúrulega fyrst vilja reyna að semja, ég veit að semja við viðkomandi bara að fjalla þetta, hreinlega, það er bara sanngjarnt að reyna það. En síðan alltaf bara spurningar hvað það hægt að gera og þá í góðu samstarfi við íbúa. Þetta er bara auðvitað hneyksli þetta mál. Já, þetta nú einhvers konar stjórnsýsluleg katastróf, þetta ágæta hús þarna og fólk virðist hlaupa undan og fría sig ábyrgð. En hvað er þetta að gera núna? Þá held ég að sé að bara tala við ykkur íbúa og bara hvað viljið þið fá þarna? Ég held að Reykjavík skuldi ykkur bara með að hvernig stjórnsýslan var í kringum þetta. Bara hvað viljið þið sjá fyrir utan, að þið gefna að húsið verði ekki rifið? Hvað viljið þið sjá þarna fyrir utan húsið ykkar? Ég held að við bara skuldum það. Já, ef þetta hús hefur verið byggt í óleyfi þá náttúrulega yrði sá sem að byggði það að rífa það, en staðan er auðvitað svo að það var ekkert byggt í óleyfi. Það byggði á ákvörðun Reykjavíkurborgar sem að gaf leyfi fyrir akkurat þessu húsi sem þarna er og að enginn hafi gefið sér fram að bera nákvæmlega ábyrgð á því. Ég vil bara segja að því við erum ekki inni í borgarstjórn núna, náum ekki inn fulltrúa í síðustu kosningum Miðflokkurinn og þetta er eitt og örfáum augnablikum þar sem að maður er bara sáttur við það. Sko, ég verði að viðurkenna það að græna gímaldið er eina ástæðan fyrir ákvað að fara í framboð. En kannski fyrsta sem ég myndi gera, það er að sunnudaginn 10. maí þá ætlum við að halda græna gímaldshlaupið í hverfinu og nota það aðeins fyrir okkur fólki í hverfinu til að skemmta okkur. Svo að því að spurningin var líka umhverfis. Og ég var þarna daginn í yfir við sjálfa mig að þetta er svo langt. Og subbuskapurinn í kringum þetta er ekki í lagi. Og það er eitthvað sem hægt er að gera strax. Varðandi hvað þú getur gert núna úr þessu, þá ef við komumst í meirihluta, þá þarf náttúrulega bara að leysa úr þessum hnút og þetta er ekki í lagi og þetta á aldrei að gerast. Svo við getum nú haft aðeins dýpri umræðar eftir og svona hort fram á veginn. Ég held að við viljum öll gera það en líka læra af mistökum. Svo ætla ég að gefa ykkur orðið, það er svona 1 mínúta í lokaorð og svo er kaffi og umræður og það byrja núna. Ég er nú ekki þekkt fyrir að lágborð, þannig að ég ætla ekki að reyna að koma með einhverja góða framboðsræðu á 60 sekúndum. Þetta segja meira bara hrættilega skemmta við ykkur frammi. Ég heiti Sanna, býr fram fyrir vinstrið. Þið getið lesið meira okkur inn á vinstri.is. Ég vona bara að við getum einblínt á það mannlega í þessari kosningbaráttu og að hugsa í lausnum og hvernig við viljum leysa hlutina sem þarf að leysa. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir það. Björg frá Viðreisn. Ég fór í pólitík út af miklu leikskóla í mínu hverfi. Ég fattaði það bara þegar ég þurfti á þjónustuna að halda að hún var ekki til staðar, það er að segja leikskólaþjónusta í mínu hverfi og við erum mörg með þessa sögu sem hefum komið inn í Viðreisn. Við erum bara foreldrar og atvinnurekendur og fólk úr íþróttafélögunum og skólaumhverfinu, hún Sandra er þetta með mér og svo framvegis. Þannig að við erum bara svona fólk sem höfum dálítið fengið nóg eins og staðan er og langar að leggja gott til og langar að snúa svolítið við blaðinu á næsta kjörtímabili og hefja sókn í Reykjavík. Reykjavík á að vera borg sem fólk velur að búa í og elskar að búa í og ég held að við þurfum að gera eitt og annað til að rífa stemninguna aðeins upp og ná árangri. Þannig ég hef áhuga og við höfum áhuga því að leggja gott til inn í næsta kjörtímabil með þessi mál. Minna ráðhús, meiri hverfi. Takk kærlega fyrir mig. Já, ég vil nota tækifærið fyrir okkar borg og þakka fyrir fundinn og vona að fólk kunni að meta það að hér er talað tækitungulaust og engur lofa sem ekki hægt að standa við. Það er eiginlega einar loforðir sem ég get gefið ykkur. Ég held að fólk sjáu þetta hvað skýrast ef það fer inn á okkarborg.is
skoðar stefnuskránna og þá fattar það af hverju við fengum þessa góðu viðurkenningu í dag að vera eina framboðið sem er skýra stefnu 16. maí. Þetta þýðir líka að við verðum ekki alltaf vinsæl að því að við munum aldrei lofa neinu sem við ætlum ekki að standa við og við munum aldrei víkja okkur undan ábyrgð á nokkrum hlut sem við komum að og Guði sé lof að það eru kosningar 16. maí að því að grænu kímöldin, brákaborgirnar og dótið it keeps on coming, þannig ég sletti. Þetta heldur bara áfram nema við kjósum eitthvað nýtt. Takk fyrir mig. Já, Breiðholtið þetta er fjölmenningar samfélag, þetta er fjölbreytt mannlíf hérna, það þarf að taka til hendinni, við getum að tala mjög satt, og það þarf að ganga innviðaskuldina hérna og líka hlúa mannlífinu, það þarf að efla tómstundir barna, frístundir og annað fyrir ungt fólk hérna, það þarf að taka utan börnin í skólanum sem eru með íslensku sem annað tungumál, taka þau í faminn og aðstoða til að komast inn í okkar góða samfélag og sérstaklega þarf að hlúa að því sem að skiptir máli og það grænu svæði líka og það að hlúa að viðgerðum á göngustjón og nefndir áðan og það svo margt, það vantar næst bara á 1 mínútu sko, en það er gríðarlega mikið verk framöndan í Breiðholtinu og það mun taka næstu ár að vinda ofan af því hirðuleysi sem að þetta hverfi hefur þurft að sæta allt og lengi á vegum undanfarinna meirihluta. Þessu þarf að breyta og það ætlum við í Flokki fólksins að gera svo sannarlega. Ég alveg klár aftur sko. Heyrðu, ég vil bara taka undir með því Björgu, líka bara kynna af hverju ég fór í framboð. Ég brenn mest fyrir skólamálunum, ég hef unnið í leikskóla, ég hef unnið í grunnskóla, ég hef unnið í framhaldsskóla, ég hef unnið í háskóla. Það brenn mjög mikið fyrir málum barna og bauð mér bara fram einmitt út af smá bara svona þreytu á hvernig hlutin var að fara. Jafnvel þó ég sé ung, þá finn ég strax fyrir þreytuna, en ég get rétt ímyndað með hvernig ykkur líður. En ég óð og fús að læra, ég ný í þessu en ég vil bara láta góðsami leiða og ég vil að við séum að hugsa almenning, við séum að hugsa fólki sem heldur þessu samfélagi, launafólkið, við viljum að borgin sé að byggja upp stofnanaminni og fagþekkingu og byggja upp skýra verkefni til þess að raunverulega sinna sinni. Mjög mikið af því sem búið að vera kvartnefndan í raun og veru bara af því að það búið að flækja kvartnefndan svo mikið. Það búið að flækja allt saman, setja allt í útboð til einhver fyrirtækja sem eru hagnaðarsjónarmið, sem eru að skera niður gæðum í staðinn fyrir að borgin sinni þjónustu sinni sem bara vel sjálf. Við viljum halda áfram að beita góða þjónustu, við viljum gera skemmtilegri borg, við viljum betra samráð og betra samtal við íbúana og við viljum efla almenningssamgöngur, við viljum efla skólaþjónustu við börn með sérstakar þarfir, við viljum halda því áfram. Við erum búin að gera stórátak í leikskólamálum og fleira. Ég held að við þurfum bara að eiga betra samtal og þurfum bara að eiga smá samráð og eitt sem ég vil leggja til að lokum. Ég vil að við þurfum að kalla Vatnsmýrólfur græn gímaldin. Vatnsmýrólfur græn gímaldin. Ég fann þetta fyndið, ég veit ekki. Ég var bara mjög ánægður með brandara. Kæru nágrannar, við þurfum að fjárfesta í úthverfunum og Breiðholtið þarfnast fjárfestingar við. Og það þarf að efla samtalið í íbúar. Ég lærði mikið af því að koma að heimsækja íbúa hér í Árskógum eftir þennan skandal hérna. Við verðum að tryggja það að þetta gerist aldrei eftir. Við þurfum að vinda ofan af þeirri skipulagsstefnu sem hefur ríkt hér, að þétta inn í hverfunum án þess að athuga hvað það þýðir fyrir hverfi. Þetta hluti af því, skólarnir sprungnir, við þurfum að vinda ofan af þessu. Brjóta nýtt land, byggja ný hverfi, með ljósi, birki, grænum svæðum, bílastæðum við hvert heimili. Við þurfum að vera á grænu ljósi í Reykjavík, ekki rauðu ljósi. Fyrir 2 árum síðan, þegar ég neitaði Val að koma að þjálfa handboltafélagið, þá fékk ég spurninguna: Bjarni, ætlarðu að vera ÍR-ingur eða þjálfari?
Og ég sagði, auðvitað ætla ég bara að vera ÍR-ingur. Staðreyndin er sú að ég elska Breiðholtið. Ég hef búið hérna nánast allt mitt líf og ég vil vera málsvari hverfisins fyrir ykkur. Takk fyrir mig.